Þá er komið að fjórða og síðasta hlutanum og við erum hér með á prjóninum afgang af hluta 2, hluta 3, eins og hann leggur sig og síðan afgang af hluta 1. Og hérna var ein lykkja sem hefði verið tekin óprjónuð og nú tekur við svona að vissuleyti gamall kunningi. Við ætlum að prjóna aftur hérna þverbanda munstrið eins og hluti 1 endaði á og við ætlum að nota liti 2 og 4 saman. Ef við reiknum með því að sé fylgiþráður hafður með. Síðasta umferð í hluta 3 taldi 176 lykkjur. Þannig að í þessari umferð þá endum við með 178, en umferðin er einfallega þannig. Sjá, þetta vist að vera fyrir aftan. Umferðin er bara þannig að við prjónum slétt allavega yfir og eins og í þriðja hluta þá byrjum við á því að prjóna eina frá hluta 1 og svo bara alla lykkjurnar á hluta 3. Og umferðin endar þá á því að prjóna eina lykkju af hluta 2 og taka síðan eina óprjónaða og snúa yfir á rönguna. Eins og við munum þá er það frá röngunni sem að þverbandamynstrið er prjónað. Þannig að ég sé ykkur þegar ég er komin hérna yfir og er að snúa yfir á hina hliðina. Núna erum við að fara að gera slétta umferð frá röngunni. Þannig að þegar við tökum þessa einu óprjónuðu, þá ætlum við að hafa bandið fyrir framan. Svo hún lendi rétt á röngunni og bandið lendi sem sagt fyrir aftan. Þá ætlum við að prjóna þessa einu hér slétt. Og svo byrjum við á því að gera ein óprjónuð band fyrir aftan og slétt. Ein óprjónuð og slétt. Ég fer hérna aftan í lykkjuna og slétt. Tek hann eins og sé brugðin. Slétt. Og þetta gerum við út á leiðarenda. En í þetta skipti að því við erum með slétta tölu á prjóninum, þá voru komnar 178 lykkjur, þá er ekki speglun til beggja hliða, heldur verður ein lykkja umfram. Síðast þá var alltaf bara ein slétt hér og ein slétt þarna megin, en núna þurfum við að enda umferðin á 2 sléttum vegna þess að við erum að vinna með slétta tölu í lykkjufjöldanum. Þannig að við tökum eina óprjónaða og slétt og endum síðan á því að prjóna 2 sléttar í lokin. Umferðin endar sem samt á því að við erum að taka hérna óprjónaða slétt, óprjónaðu slétt og ein slétti viðbútar og svo tökum við óprjónaða með bandið fyrir framan. Vegna þess að við ætlum að prjóna slétt frá réttinu þá það bandið að vera fyrir aftan. Og við gerum það. Prjónum hér slétt yfir. Þessar umferðir eru endurteknar nokkrum sinnum og það fækkar alltaf lykkjur í hvert skipti. Byrja að enda hverju umferð á að taka eða innlima eina lykkju í viðbót frá þessum endum hér og hinn megin. Og svo undir lokin þá þurfum við að gera smá æfingu til að jafna lykkjufjöldan milli hliða. En nú er sem sagt bara að halda áfram prjóna þetta þverbanda munstur. Og aftur vegna þess að við erum að vinna með sléttar tölur í umferðunum, þá til þess að verði misvíxl
á þráðunum. Þá þurfum við að stilla umferðirnar af öðruvísi en ef við værum með 8 tölu og það þýðir að í næstu annarri hverri endurtekningu er ég komin hérna á enda, prjóna eina í viðbót og tek óprjónaða með bandið fyrir framann. Nú er ég komin í aðra endurtekningu og það sama gildir fjórðu endurtekningu og svo framvegis, að þá byrjum við á þessari einu sléttu hér og svo gerum við eina slétta til viðbótar og þá kemur munstrið að taka óprjónaða og prjóna slétt. Og þetta erum við að gera til þess að tryggja að böndin leggist á misvíxl. Þannig að í fyrsta skipti sem við gerðum óprjónaða þverbandamunstrið, óprjónaða einslétt, óprjónaða einslétt, þá prjónuðum við bara þessa allra fyrstu líki sem við tókum yfir slétt og svo strax óprjónað slétt. En í annarri hverri endurtekningu sést í sléttu tölunum, annar endurtekningu, fjórðu endurtekningu, þá byrjum við að prjóna þessa sem við tókum óprjónaða og svo eina slétta og svo óprjónað slétt og óprjónað slétt. Og það erum við að gera til þess að fá misvíxlið í böndin og þannig verður munstrið eins og það á að vera. Fallegra að mínu mati heldur en ef það væru öll þverböndin stæðust alltaf á milli umferða. Með því að hafa þau á misvíxl, það var nógu við þessari skemmtilegu þessu skemmtilega svona gatamunstri inni þegar við strekkjum á þessu. Þannig að í fyrstu umferð frá röngunni þá prjónuðum við bara eina slétta og svo tókum við óprjónað slétt og óprjónað slétt. Í annarri frá röngunni þá gerum við slétt og svo byrja munstrið óprjónað slétt og óprjónað slétt. Og þannig þetta áfram þannig að næst. Í þriðju endurtekningu þá byrja ég bara á einni sléttri og svo óprjónað slétt og svo eins og í annarri. Þetta stendur í textanum, bara að gera að lesa vel. Og eins og áður gott að tékka sig af og til hvort að þetta er ekki örugglega að lenda á misvíxl. Þegar maður á það til að ruglast aðeins í talningunni. Það sé ykkur þegar fleiri umferðir eru komnar. Þá er ég búin að prjóna 1, 2 og 3 endurtekningar af þessum 4 umferðum. Það sem að við gerðum þverbandamunstur, alltaf frá röngunni og tókum eina lykkju til viðbótar í upphaf og enda hverrar umferðar, bæði frá rétt og röngu. Síðasta umferðin frá réttunni, þessi hérna, hún endaði á því að lykkjurnar hér voru búnar. Þannig að hún endar á því að það er bara prjónuð þessi síðasta 11. lykkja hérna, en engin lykkja tekin óprjónuð. Og svo leiðin tilbaka, þá þurfti að breyta aðeins upphafinu miðað við að þetta var umferð 4. Það var upphafið í raun eins og í umferð 2. Við gerðum slétta, taka óprjónaða, slétta, taka óprjónaða. En hérna megin á umferðinni, þá var þetta ennþá sem sagt óprjónað slétt. Þannig að í raun umferð 4 breytt að því leyti að hún byrjaði á bara einni sléttri, að því hér var engin óprjónuð lykkja. Og hérna erum við bara komin heim að ækortinu. Og í næstu umferð, nú ætlum við að slíta frá band 2 eftir þessi þverbönd. Og við erum búin með þverböndin, það verða ekki fleiri svoleiðis hér í bili. Þá slítum við frá fylgiþráðinn og höldum áfram með lit 4 og þessi lykkja átti nú að vera hér. Hérna var tekin ein óprjónuð og við prjónum bara slétti yfir allar sem leið liggur.
Síðasta umferðin í þverbendamunstrinu endaði sem sagt með 8 tölum vegna þess að það vantaði viðbótarlykkju öðrum megin. Við erum aftur komin í sléttatölu núna, það endaði umferðin tilbaka, endaði að bæta við einni hér, þannig við erum stödd á 198 lykkjum og þær verða í þessari hérna umferð 199 af því að aftur vorum við að bæta bara við hægra megin. Og ég hef nefnt það nokkru sinnum að á þessum tímapunkti er hægt að stilla af lykkjufjöldan í umferðinni og vegna þess að það er ekki alveg symmetría milli hluta 1 og 2 eftir hluta 3 og þá er líka, þá erum við hvað sem er að rétta aðeins af lykkjufjöldan og allt í lagi þó að kannski muni 1 eða 2 lykkjum einhvers staðar. Loka markmiðið með lykkjufjölda liggur þó fyrir og þessi hérna umferð sem við erum að gera núna, hún er í raun og veru vel til þess fallin að bæta úr ef eitthvað þarf að gera og líka umferðin náttúrulega leiðin tilbaka. Þessari sléttu umferð frá réttunni lýkur með því að taka snúrukantinn sem er hér aftur upp á prjónin, bandi fyrir framan frá næstu lykkju til þeirrar sem liggur fjærst. Tökum næluna burt. Þá erum við aftur komið með snúrukantinn upp á. Í fyrstu umferðinni sem við erum komið með snúrukantinn upp á prjónin, þá prjónum við bara eins og venjulega. 3 sléttar og síðan alla lykkjur sléttar frá röngunni sem leið liggur þvert yfir alla umferðina. Og þessi umferð endar á því að hinn snúrukanturinn er tekinn og prjónaður upp á prjónin með bandið fyrir framan. Sé ykkur þegar kemur að því. Þá er umferðin frá röngunni að klárast, slétt yfir allar lykkjur og þar með talið næstu lykkju síðustu hérna. Og hér eins og aðra hefur komið fram, ætlum við að taka þennan I-kord eða snúrukant líka upp á prjónin. Og þessar 2 umferðir, þær voru líka uppsetning fyrir munstrið sem er á myndinni, sem er næst í uppskriftinni. Annað sem byrjar hér og nú leið og myndin er að við ætlum að taka úr eina lykkju í upphaf og lok hverjar umferðar, bæði frá rétt og röngu. Og við gerum það með því að prjóna 2 sléttar úr snúrunni og svo næstu 2 sléttar saman til vinstri. Þá erum við búin að taka eina úr hér og í lok umferðar, þegar eru 5 lykkjur eftir, sest snúran og 2 til viðbútar, þá prjónum við þessar 2 hérna saman til hægri. Og svo tökum við þennan óprjónaðan með bandi fyrir framann og á næstu umferð þá prjónum við slétta, 2 sléttar saman og endum þá þessa umferð á því að prjóna 2 sléttar sem verða þá þessar hér saman líka. Þannig að í upphafi umferðana, bæði frá rétt og röngu, þá er úrtakan prjónu saman við snúrukantinn. En í lokumferðar þá eru það þessar 2 á undan snúrukantinum sem eru prjónaðar saman. Þessar úrtekur eru teiknaðar inn á munstratekninguna, slétt, 2 sléttar saman til vinstri og svo í lokumferðar koma 2 sléttar til hægri og þannig er í upphaf og lok hverrar einustu umferðar
Í þessari mynd sýnd bæði réttan og rangan og við prjónum réttuna frá hægri til vinstri og rönguna frá vinstri til hægri og lesum myndina þannig. Fyrsta umferðin á mynstratekníkunni við lit 5 byrjar á úrtöku í ækortinum, 2 sléttar saman til vinstri. Við setjum upp munstri þannig að það byrjar á 16 sléttum lykkjum. Það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16. Og þá komið að munstur einingunni sem endurtekur sig sem samanstendur af 26 lykkjum. Byrjum á 11 lykkjum sem skiptast þannig að það tekin ein óprjónuð, ein slétt, óprjónuð, slétt, óprjónuð, slétt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 óprjónaðar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Síðan koma 15 sléttar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Þetta voru þessar 26 lykkjur. Endurtökum þær. 1, 2, 3, 4, 5, 6 óprjónaðar með 1, 2, 3, 4, 5 á milli. Og svo 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Eins og sést á myndinni þá þar svona skærgult strik sem í raun bara rof í myndinni. Vegna þess að ég teiknaði ekki allar 200 og eitthvað lykkjurnar, heldur bara byrjun og svo enda umferðar. Og í þessu gula svæði, þar eru endurtekningar á þessu sama. Sem sagt, þessar 26 lykkjur, 11 þar sem 6 eru teknar óprjónaðar og svo 15. Þannig við endurtökum þetta munstur umferðin á enda. 2, 3, 4, 5 og 6 og svo 15 sléttar og ég kem hér inn aftur þegar við nálgumst enda umferðarinnar. Jæja, hérna síðasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 óprjónuðu og þá endar umferðin á 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og hér eru 5 eftir á prjónunum og eins og hefur komið fram áður að þá þegar eru 5 eftir þá prjónum við 2 saman til hægri og tökum snúrukantinn óprjónaðan yfir. Nú á bakaleiðinni þá í raun og veru að gera nákvæmlega það sama eins og frá réttunni. Ég byrja á því að prjóna 1, 2 og svo 2 saman til vinstri, úrtaka við snúrukantinn. Nú þá koma brugnar þar sem áður voru sléttar, að þið veru núna á röngunni. Sex og 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15. En núna vegna þess að óprjónaða lykkjan á að liggja alltaf á réttunni, þá tökum við hana óprjónaða með bandið fyrir framann. Óprjónum brugna, óprjónuð brugðin, óprjónuð brugðin. Sí svona.
Þá koma aftur bara eins og lykkjurnar liggja fyrir, prjónum þessar 15 sem sagt brugnar og svo tökum við með óprjónað bandi fyrir framann. Þannig að bandi lendir alltaf röngum megin og lykkjan teygir sig yfir á framhliðinni. Svipa því sem við gerðum í kafla 2 nema við ætlum bara að fara yfir yfir 2 umferðir þar að segja með lykkjurnar í lit 4. Þannig ég klára þessa umferð hér og sé ykkur þegar hún er búin. Þá er umferðin að verða búin hérna á bakaleiðinni og þegar 5 lykkjur eru eftir þá þarf að prjóna 2 saman og ég ætla að prjóna þær brugnar eins og þær liggja fyrir, 2 saman og taka óprjónað. Þá er ég búin með 2 umferðir, umferð 1 og 2 með lit 5 og þá er komið að því að tengja lit númer 3. Hann er sýndur grænn á teikningunni en er í mínu tilfelli laxableikur. Byrjum á snúrukantinum, 2 sléttar og 2 sléttar til vinstri og verkefni núna er einfaldlega að prjóna 1 garð, slétt frá réttu, slétt frá röngu. Og þegar kemur að óprjónuðu lykkjónum þá eru þær bara prjónaðar sléttar sem leið liggur og verða þá að þessari brú yfir umferðirnar með lit 5. Nú slétt frá réttu og slétt tilbaka frá röngu. Eina sem þarf að muna eru úrtökurnar í upphafi og lok umferðar. Ég sé ykkur í næsta kafla með lit 5. Þá er komin 1 garður hérna í lit 3, þannig að það komin lit 4, 5 og 3. Og þetta er hérna, þessi litir halda áfram að vera á misvíxl. Skiptu núna yfir lit 5 sem kemur alltaf á milli og passum upp á að hafa bara góðan slakka á snúrukantinum. Hann þarf að geta teygst þegar framlíða stundir. Og núna er í raun aftur það sama upp á teiningnum eins og síðast þegar voru með lit 5 og það er slétt í millibilunum. Við þurfum í raun og veru ekki að telja núna því við sjáum hvar löngu lykkjurnar liggja. Tökum 1 slétt, óprjónuð slétt, óprjónuð slétt, óprjónuð slétt, óprjónuð slétt, óprjónuð. 15 sléttar. Þrettán, 14 og 15 og óprjónuð slétt. Þá er bara raun þetta munstur komið á hreint að sinni meðan við erum að klára reitin sem verður hérna, verður svona svo kassar. Þannig að ég ætla bara að klára þessa, hvað maður segir, einingu sem er með þessum kassa hér. Förum við 4 sinnum með langar lykkjur hérna yfir og kem aftur þegar við förum að hliðra munstrinu yfir á auðakaflan. Munum alltaf eftir úrtökunum við snúrukantana sem sagt í upphafi umferðar 2 sléttar og 2 sléttar saman. Í lokumferðar þá fórum við á 5 lykkjurnar. Þegar eru 5 lykkjur eftir, það er að segja snúrukanturinn og 2, þá prjónum við þessar 2 saman og tökum svo snúrukantinn og prjónaðan. Þannig það er alltaf eins í upphafi og lokumferðar, bæði frá réttun og röngunni. Og svo heldur þetta áfram
að vaksa þessar löngu lykkjur hérna á milli röndóttu kaflana. Þannig ég sé ykkur þegar það kemur að því að hliðra munstrinu inn á þetta svæði. Þá er fyrsti kaflinn þar sem við erum með 1, 2, 3, 4 raðir af svona löngum lykkjum. Það er hann búinn og það eru 7 svona kassar þvert yfir umferðina með millibilum og þá er komið að því að hliðra munstrinu inn á þetta hérna svæði og það lendir þannig að það eru 2 lykkjur til hliðana og þá eru hérna 2, 4, 6, 8, 10, 11 í miðjunni. Skulum við nú sjá. Tökum lit 5, byrjum á laflausri ækordlykkju og 2 saman og samkvæmt munstrinu þá eiga að vera 13 lykkjur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13. Það passar því að við erum hérna með löngu lykkjuna og þá eru 2 inn á tómakaflan hérna. Tökum óprjónaða, 2, 3, 4, 5, 6 og þá sjáum við að það eru 2 eftir af þessum sléttprjónuðu hér sem við prjónum 1 og 2 og þá koma 11 hérna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 er það samtals. Þessar 2 pluss þessar 11 eru 13 og svo 2 viðbót 14 og 15. Og þá er aftur komið að löngu lykkjónum. 3, 4, 5, 6, 2 eftir hér, heima þessum 11. Þannig að svona leggur þetta sig og gerum sem sagt löngu lykkjurnar hérna inn á miðbygginu og auðuköflunum og prjónum slétti við þessa og 2 lykkjur sig hvort megin við. Sjö, 8, 9, 10 og 11. Þá eru komnar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 og 15 og þá kemur næsti kafli hér. Við erum bara að gera nákvæmlega það sama, nema bara búin að hliðra þessu, þannig að núna tekur við margar umferðir eins og við vorum búin með hérna áður í því að gera 1, 2, 3, 4 raðir af löngum lykkjum aftur. Og þá hliðrum við í síðasta skiptið. Muna að gera úrtöku í upphaf og lok umferðar, muna að gera lausar lykkjur í ækortinum vel langar, því við viljum að þetta geti tekst í lokin og orðið líburt eins og restin af sjalinu. Og nú bara áfram gakk, klára þetta munstur sem er á myndinni og hérna þegar það er búið þá ætlum ég að koma og segja frá því sem tekur við næst. Þá er þessi hluti samkvæmt teikningunni búinn að prjóna hérna 46 umferðir og endar á umferð í lit 5 með löngum lykkjum hérna í lit 3 og núna eru 109 lykkjur á prjónunum mínus snúrulykkjurnar og nú koma nokkrar umferðir sem eru ekki á teikningum og við ætlum að byrja á því að slíta lit 5 frá, hvað hann. Og við ætlum að nota
og bæta lit 2 við. Og hafa hann með lit 4. Þá held ég saman lit 2 og 4, byrja á því að gera vel lausa fyrstu lykkju og ég ætla að ganga frá endanum mínum hérna jafnóðum, tek hann hérna með upp og sný upp á, sem sagt 1, 2 og 2 saman til vinstri. Í sjálfu sér geta þessar lykkjur ekkert verið of lausar, þó það líti mjög losaralegar út og þá verða það strektar þegar framlíða stundir. Og hér er verkefni bara að prjóna 1 garð í þessari samsetningu lit 2 og 4 og það er ekki flókið mál. Við höldum áfram að gera úrtökurnar eins og ævinlega í þessum kafla, minnkum 2 lykkjur í hverju umferð og við ætlum að gera einn garð, sem sagt slétt frá réttu, slétt frá röngu í þessari samsetningu og svo gerum við annan garð með lit 3 og 2 saman, sem sagt þessum og þessum 2 saman og svo endur við á að gera 1 garði viðbót í þessari hérna samsetningu 4 og 2. Sé eitthvað þegar það er komið. Í þessum síðasta kafla þá eru umferðirnar númeraðar og þetta voru 1, 2, 3, 4 og 5, 6. Nú er komið að umferð 7 og í henni ætlum við að nota 2-falt band af lit 2. Og það er gert með því að taka bæði innan úr og utan af dokkunni eða hnotunni. Og við byrjum eins og venjulega á því að gera snúrukantinn, vel teygjanlega lykkju hér og ég ætla að ganga strax frá endanum. 1, 2 og 2 saman til vinstri. Og nú ætlum við að gera gata umferð sem byrjar á 1 sléttri. Gata umferð sem byrjar á 1 sléttri og svo 2 sléttar saman til hægri og slegið upp á. 2 saman til hægri, slegið upp á. 2 slá upp á. 2 slá upp á. Höldum áfram svona út á enda. Og rétt að taka fram að við erum ennþá með liti 3 og 4 hangandi hérna við, því að þeir eru eftir að koma hérna inn á milli. Slítum þá ekki frá. Við gerum þessa gata umferð sem sagt með lit 2. Þá er ég komin hérna út á enda og það eru 6 lykkjur eftir. Við erum búin að gera 2 sléttar saman, slæ upp á. Ég prjóna ég 1 slétta og svo 2 sléttar saman til hægri sem er úrtakan og undan ækortinum sem ég tek og prjónaðan fram af. Sný yfir á rönguna og ég prjóna brugði tilbaka alla leið yfir bæði lykkjur og uppslög. Sé eitthvað þegar það er búið. Þá er ég búin að prjóna brugðið frá röngunni tilbaka og næst á dagskrá er í umferðum 9 til 10 þá ætlum við að prjóna 1 garð með lit 3 og það garður er náttúrulega bara slétt frá réttu og slétt frá röngu. Þannig að við leggjum á stað með vel lausan ækord, úrtakan á sínum stað og svo bara slétt sem leið liggur frá réttu og tilbaka frá röngu. Eftir þennan garð
þá kemur aftur þetta sama hér, svona gataumferð, 2 sléttar saman og slegið upp á frá réttunni og prjóna tilbaka brugðið frá röngu með 2-földum lit 2 og þar á eftir kemur garður í lit 4. Þá er ég búin að gera gataröð með lit 2 og svo lit 3, 1 garð, aðra gataröð og garð með lit 4. Umferðin er nú farin að verða ansi stutt, styttist óðum í toppinn. Þetta verður endurtekið, þessi sami kafli, 2, 3 og 2 og 4, alveg einu sinni til viðbótar og sé eitthvað þegar það er komið. Þá er ég búin að endurtaka þessar 4, eða 8 umferðir, einu sinni í viðbót. Eftir þennan hvíta kafla þá mátti slíta lit 2 frá og sama segir eftir þennan garð í lit 4, þá má slíta það band frá, ekki mikið eftir. Og síðan ætlum við að gera 1 garð í viðbót að þessum litla afgangi og slíta hann síðan frá. Og þá er komið að lokakaflanum þegar það er búið. Já, þá er þessi 2 garðar komnir og ég hef búin að slíta öll band frá. Og í lokakaflanum þá ætlum við að vinna með liti 5 og 6 eins og í kafla 3. Nema núna ætlum við að nota lit 6 2-faldan eins og lit 2 áður og við ætlum að gera nokkrar svona þverbanda garða, nokkrar þannig umferðir. Byrjum að sjálfsögðu á snúrukantinum, gera hann lausan. Ég ætla að taka þennan enda og ganga frá hann í jafnóðum. 2 sléttar og 2 sléttar saman til vinstri. Þverbandamönstrið, við munum kannski eftir því að það byrjar á því að prjóna bara slétt frá réttunni og það er ekkert annað að gera en að vippa þeirri umferð. En á bakaleiðinni þá verða til þverböndin. Þessi kafli er nú eiginlega svona himinin yfir síðasta fjallinu sem er að taka hérna á sem mynd og í mínu tilfelli þá er þetta má segja blóðrautt sólarlag. Svona sumarnótt. Tökum þessar 2 síðustu hérna af megin lykkjónum saman til hægri eins og venjulega og færum akkordinn og prjónaðan. Og þá er það bakaleiðin. Hann byrjar á snúrukantinum, höfum hann lausan. Eftir snúrukantinu prjónum við 1 slétt, 1 óprjónaða með bandi fyrir aftan, slétt, óprjónuð, slétt, óprjónuð. Þetta höfum við séð áður, kemur núna í öðruvísi garni og þá verður til hérna þverbandagarður og við prjónum þessa 1 óprjónuðu, 1 slétta, 1 óprjónuðu þangað til það eru 5 lykkjur eftir á prjónunum og þá prjónum við þessar 2 síðustu saman til hægri og tökum bandið fram af. Við ætlum að gera 3 svona þverbandagarða. Hér byrjaði ég að gera 1 slétta og svo óprjónaða með bandi fyrir aftan. Í næstu umferð frá röngunni þá þarf ég að víxla og byrjaði ég að taka óprjónaða og svo 1 slétta vegna þess að þá erum við að staðsetja böndin á misvíxl og það stendur þannig af sér að við þurfum að víxla röðinni á prjóninum, þið sjáu það í uppskriftinni.
Ég er komin að því að prjóna tilbaka í annað sinn og út af því að við erum alltaf að taka úr hérna í köntunum að þá færist afstæðan á lykkjónum til og til þess að tryggja að það verði á misvíxl óprjónaða og prjónuðu lykkjurnar og þá byrjum við núna á því að taka óprjónaða og svo slétta, óprjónaða og slétta, óprjónaða og slétta og þá lendir þetta á misvíxl. Þannig að í annarri hverri umferð frá röngunni í þessum þverböndum þá byrjum við að gera slétta og svo óprjónaða og í næstu gerum við fyrst óprjónaða og svo slétta. Stendur í uppskriftinni en ég vek athygli á því. Eftir þessa 3 þverbanda umferðir eða garða þá tökum við lit 5, geymum þennan, slítum hann ekki frá, tökum lit 5 og prjónum 1 garð, slétt frá réttu, slétt frá röngu. Og nú er þetta orðin ansi stutt umferð. Eftir þennan eina garð, þá ætlum við að gera 2 þverbandagarða með lit 6. Og þann fyrri með því að gera eina slétta og eina óprjónaða frá röngunni og þann seinni með því að gera eina óprjónaða og eina slétta frá röngunni til þess að böndin lendi á misvíxl. Ég ætla að klára það. Sé eitthvað svo. Þá er hérna komnar 2 þverbandagarða til viðbútar og þá ætlum við að skipta aftur yfir í lit 5 og gera 1 garð og þar á eftir 1 gatagarð, sem sagt 2 sléttar til hægri og slá upp á. Þangað til eru 6 lykkjur eftir af umferðinni og þá er prjónað 1 slétt og síðan 2 sléttar saman sem er úrtakan. Sjáumst þegar ég komin út á enda í gata umferðinni. Þá er ég komin hérna fast að endanum á gata umferðinni, 2 slétt saman slegið upp á og gerum þetta þangað til það eru 6 lykkjur eftir sem er núna. Þá sláum við upp á, prjónum 1 slétt og svo 2 sléttar saman til hægri og taka 3 óprjónaðar. Prjónum slétt frá röngunni tilbaka núna sem leiðilegur. Þetta er orðin bara afskaplega stuttar umferð hjá okkur núna. Sjö, 8, 9 og 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 og 9 lykkjur, tel ég. Sådan, þá er þessi hérna gata umferð umkringt brugnum lykkjum komin. Eftir þetta þá ætlum við að gera 4 þverbandagarða og við gerum þá sem sagt byrjar á slétt 1 óprjónuð og síðan óprjónuð slétt, slétt 1 óprjónuð og óprjónuð slétt. Og eftir þá 4 þverbandagarða þá má slíta lit 6 frá. Þá eru komnar 1, 2, 3, 4 þverrákir hér, 4 þverrákagarðar og slítum þetta hérna frá. Og þá setjum við eftir með lit 5 og ætlum núna að prjóna garðaprjón. Prjónum 2 garða og þá verður
lykkjónum búið að fækka allverulega og eftir munu standa 5 lykkjur hérna í miðjunni. Þetta 2 garða af lit 5. Allra síðustu umferðirnar í sjalinu, hluta 4 og þar með sjalinu öllu, eru garðaprjón áfram. 2 sléttar og 2 sléttar saman og prjónum 1 og 2 og 2 sléttar saman til hægri sem gefa okkur 3 lykkjur hér. Tökum þessar óprjónaðar og frá röngunni það sama. 1, 2 og 2 sléttar saman og þá það bara 1 sem verður eftir hérna í miðjunni, 2 sléttar saman til hægri og tökum óprjónað. Og þá bara komið að því að ganga frá með því að lykkja saman snúrukantana yfir þessa einu lykkju hér sem við fellum líka bara inn í affellinguna. Og við gerum það þannig að við tökum þessar hérna fyrst 3 og höldum þeim hérna samhliða við snúrukantinn á gagnstæðri hlið og notum hérna hæfilega langan enda og tökum stoppnál og þræðum bandið upp á hana. Og þá höldum við til að byrja á því að eyða þessari lykkju hér með því að renna bandinu í gegnum hana og þá hún úr sögunni. Svo vil ég að þessi hérna snúrukantur snúi rétt við og þá ætla ég að færa hann og setja hann öfugan upp á prjónin. Nú liggur hann rétt og ég tek nálina, held snúrukantunum hvorum á móti öðrum, tek nálina, fer upp inn í þessa lykkju aftan frá, tek hana fram af prjónunum, gera það sama hinum megin, fer inn í þessa lykkju hérna innan frá, tek fram af, dreg í gegn og fer ég ofan í þessa lykkju og upp í næstu, dreg hana fram af og í gegn, sama hinum megin, ofan í þessa, upp í næstu, dreg í gegn, ofan í þessa lykkju og upp í næstu og dreg í gegn og ofan í þessa og upp í þá síðustu og dreg í gegn. Og þá ég búin að lykkja saman þennan snúrukant hérna í toppnum og kannski ég fari einu sinni enn hérna ofan í til að fá þetta alveg til að falla saman. Snilldin við snúrukanta í frágangi að eftir að vera búin að kannski að flækja endan svona örlítið hérna einhvern veginn inn á milli, þá þarf ekkert meira til að ganga frá heldur en bara þræða spottan inn í snúrukantinn og þannig hann falinn. Það fara hérna fram og tilbaka, kræki hérna einhvers staðar á milli til að festa mig á leiðin tilbaka og renna mig svo aftur í gegnum snúrukantinn gagnstæða átt. Þetta svo stutt snúra í þessum lit hérna. Svona. Og þá má ég bara klippa endan hérna frá. Og sama má gera við hina endana, það má bara stinga þeim inn í snúrukantinn. Þessi má nú alveg renna hérna lengra niður á milli. Og það getum við gert allstaðar á köntum í raun, falið endana, kannski ekki hennan bláa, svo lítið hér. En flesta þeirra getum við tekið og stungið þeim bara inn í snúrukantinn. Já, þannig nú hefst bara frágangur. Hluti af því að fara
á þann stað þar sem að hluti 1 og 2 runnu saman. Það eru 2 snúrukantar eins og við vorum að enda við að liggja saman. Þannig hér þurfum við að taka þessa 2 enda, velja annarkot litin, allir ég velja ekki þennan bláa hérna og likki saman þess enda hér og öðru leyti bara ganga frá lausum endum og svo vinda úr sjalinu og leggja það til. Pressa það. Þá þetta ferðalag bara á enda runnið og myndin orðin heil, hún snýr auðvitað á hvolfi. Það var bara ekki hjá því komist, en myndin sem ég tók, sem ég set hérna aftast líka, rétta ljósmyndin, þar höfum við fjall öðrum megin, fjall hinum megin, horfum í gegnum skarðið út á sjó og þar kemur síðan 3. fjallið, eða fjallgarður, sem eins og á Vestfjörðum svolítið flatar að ofan og þar fyrir ofan svona himinn. Þetta fyrst mér alveg óbúslega skemmtilegt munstur hérna. Ég á eftir að nota þetta eitthvað meira. Þannig að svona nú litadýrðin öll og eitthvað sem ég vissi nú ekki þegar ég fór af stað, áttaði mig ekki á. Ég vissi það svo sem við myndum lenda hérna með þessa þríhyrninga hvorn á móti öðrum, en mér svo gaman að sjá hvernig axlalínan hérna yfir handlegginn, hvernig sjórinn kemur hér á móti og liggur hérna eftir upphandleggnum yfir herðarnar. Já, frá hinni hliðinni, ef maður vill nota það svona, þá svolítið meiri blöndun á öllum litum og þetta bara þykkt og mikið sjal. Getur náttúrulega stílisera það bara og svona hver eftir sínu höfði. Ég ætla að sýna Ganni, ég gerði nokkur sjöl, auðvitað eins og þegar maður er að pröfuprjóna sjálfan sig. Þetta er ófrágengið en þetta er veturinn. Aðeins kaldara hér að vera, meira frost í kortunum. En hérna sést líka hvernig hliðarnar koma saman. Þetta er ekki fullilega samhverft, það er ekkert alveg samhverft í náttúrunni. Engin 2 fjöll jafn stór og þannig sjalið líka. Og hérna kemur þessi skemmtilega lína og þessi lendir svona ofarlega í mittinu líka. Þannig að þetta er bara, og það er virkilega skemmtilegt. Ég er búin að njóta þess að horfa á sjölinn ykkar fæðast meðan að ég er búin að vera að gera þessi myndbönd hvern kafla eftir öðrum og þau eru bara hvert öðru fallegra og sérstaklega gaman að sjá ólíkar samsetningar og litum og efni. Bara til hamingju með sjölinn ykkur og takk fyrir þátttökuna.